Góða kvöldið og velkomin í þátt númer 49 hér á YouTube-brásinni minni. Ég heiti Helga og ég er handavinnu Óð. Nú, í dag er 4. nóvember, sunnudagskvöld. Ég tek ýmist upp á sunnudagskvöldi eða mánudagsmorgni. Það fer bara eftir hvenær lítill ömmusnáði kemur til ömmu og hann kemur snemma í fyrramálið, þannig að þá var ekkert eftir neina að bíða en að koma þessu frá. Ég bara býð alla nýja og gamla hjartanlega velkomna og og bara vona að þið njótið og hafið gaman af. Stundum finnst mér ég ekkert hafa en get samt rausað hér í klukkutíma. Stundum hef ég helling en fer í gegnum á hálftíma. Þannig að þetta er bara svona eftir því hvernig andinn er í yfirmanni, hvað maður getur tautað. En í dag förum við yfir klár, verk í vinnslu og hvað datt í pokann. Og ég ætla að skrifa hérna hjá mér smá áminningu til þess að segja ykkur frá eftir. Svona, svo ég gleymi nú ekki neinu. Af því þegar ég byrja að tala og vaða úr einu í annað, þá vitum við alveg hvað getur gerst. En, já, það var bara eins og manni mælt að þegar ég var búin að ljúka þessum sýnishorna og pröfubrjónsverkefnum sem lá á, þá tókst mér að klára White Horse, eins og ég var búin að ætla mér að gera og það bara skotgekk þegar tíminn gafst til þess að setjast niður yfir það. Mesta verkið náttúrulega er í berustykkinu og aftan á bakinu og síðan var hitt bara leikur einn. Og þetta er úr Holst-gatinu 100% ull. Ég er margoft búin að tala um það. Ég pantaði það bara beint frá þeim, frá Danmörku. Mjög ódýrt en vandagatn og það breytist rosalega við að þvo. En fyrir fólk sem er pínu viðkvæmt fyrir grófleika í gatni eða mýkt eða hvað sem það er, að þá þetta stingur alveg. Ég bara er svo lánsöm að finna það illa út af mínum sjúkdóm, þannig að það er ekkert allt slæmt við það. En ég vil standa upp og leyfa ykkur að sjá. Hún er bara nær rétt. Hérna er sem sagt meðanbeini, hún er bara rétt fyrir neðan pítsubumba og munstrið. Og sumir halda að munstrið sitji skakt á af því það virkar þannig, en ég leitaði mér upplýsinga og það situr ekki skakt á, það á að vera svona. Þannig að fyrir ferkvöndu mig þá þurfti ég bara að fá staðfestingu á því og þetta er ekkert skakt og mér skilst að þetta gat mýkist svo bara eftir því sem maður notar það meira og það er það. Og þannig að ég næst á dagskrá er svo að klára systur peysunar eða systur gassins. Ég keypti líka frá Holst sem er blanda af silki og ull. Afsakið, 70% silki og 70% ull og 30% silki. Sýningur hann á eftir. Ég ætlaði að gera eina peysu, leist ekkert á hvert hún var að fara. Þannig ég rakti hann upp og er byrjuð á annarri og sýningur það bara á eftir. En svo við höldum okkur við klárin, að þá vantaði mig líka eitthvað svona fljótgert. Og ég byrjaði á þessari, ég tók uppfyllinaræði núna á mánudag og þriðjudag og þannig ég fyllja upp á húinni og svona kláraði krónuna á henni og síðan byrjaði ég á munstrinu á föstudaginn og kláraði í gær minni mig. En þetta er Magnolia hatt. Er til á Ravelli. Og munstrið sést ekki eins rosalega vel hjá mér einfallega því að ég er með
Hvað er ég með í þessu? Ég er með Flóru, það er þetta ljósa, það er ljósi liturinn sem þið sjáið. Og hann er bara númer 03, hann er alveg svona ljósglár, grár. Og síðan er ég með Alpaka Silk, sem er líka númer 3. Sem er á móti, til þess að fá pínu svona fluff og meiri hlýju. En á móti kemur þá að munstrið poppar ekki eins út, en það var það gaman og fljót gert í raun að prófa að prjóna. Nú er Mál helltu upp á sitt besta, góða skemmtun. Og þannig ég ger alveg ráð fyrir að gera þetta úr öðru gatni, þar sem að munstrið áttur að fá að njóta sín betur. En þetta var virkilega gaman að gera þetta. Hún byrjar ofanfrá og endar svo bara niðri. Mjög fínar leiðbeiningar. Ég notaði 4 mm prjóna í verkið og já, bara mjög annað. Þetta fer í gjafabunkan til að byrja með. Sjáum svo hvað verður. Já, ég á eftir að klippa enda og svona, en hún er tilbúin. Og ég þarf að fara einmitt á Ravelry og eftir því ég er búin að taka upp og skrá inn allt þetta nýja sem ég fytjaði upp á og henda út þessu sem ég hætti við og allt það. Síðan er ég að gera fyrir Hafdísi og kærustunnar hennar garngönguhúfuna úr þessu skemmtilega Berger og Frans garni. Ég er búin að tala það áður, það til í Galleri Snotru. Þetta er algjörlega endur unnið garn. Það er endar 12% ullið í, en hún er endurunnin, þannig að ég vona að það geti litið fram hjá því. En þetta er allt endurunnið í, í þessari verksmiðju, þar sem er lagt mikið upp úr að minnka fótsporin okkar með því að endurnýta það sem að annars færi bara á haugana og væri jafnvel brennt og mikilli mengun. Þannig að loksins, og ég er ekki búin að ákveða hvort ég seti dúsk á, það áttur að koma í ljós. Þetta bara var rétt á þarna. Og sem sagt, loksins er fyrsta garngönguhúfan mín tilbúin og það var bara rosa gaman að gera þetta, mjög fljótlegt. Og svona þessi aðferð sem er notuð við að gera munstrið er mjög þægileg og byrjendavæn. Þannig að ég er enda mér líður svolítið eins og sveitastrák með þessa húfu. En þetta er eitthvað sem ég myndi elska að vera með á hausnum úti, einfaldlega því þetta er svo þykkt og hlýtt og þetta garn er alveg meiriháttar. Og uppskriftin æðisleg. Og ég er ekki, það getur vel verið, ég ánefnilega nokkra svona gerfi loðdúska. Ef það er eitthvað sem að passa svolítið vel við aðalitinn, þá hugsa ég setja á. Hinn húfan verður með í staðan fyrir hennar rauða, þá verður þessi blái í staðinn, en sami aðalitur. Og ég hugsa inn á að gera grifflur á þær úr ágangnum. Bara svona eitthvað aðeins sett með. Og ef það gengur ekki, þá bara kaupi ég meira á þessu garni. Þetta er mjög skemmtilegt garn, mæli með því. Og þú veist, það hélt sér rosalega vel. Ég setti báðar húðuna bara í þvottavélina. Og reynda þetta líka, en það gerast fyrir í vikunni. Ég setti allt í þvottavélina, bara á ullaprógram og annarkvort. Ef þetta er eitthvað viðkvæmt, þá setja ég það í þvottanett, en annars bara fer þetta alltaf sulla saman þar og ég þarf bara að vera mjög varkár að stilla á rétt prógram. Ég hef einu sinni glemt því að setja sjal á aðalþvott, alpakka sjal. Það var ekkert sjal, það var meira svona hálsklútur þegar það kom út úr vélni. En, já, þannig að þetta bara stóð sem ég prýði hérna í vélni. Ég gáði ekki einu svona hvernig þetta að meðhandla þetta. Jú, má þvota mér svo 30 gráðum með 2 strikum undir, þannig að
Ég hefði alveg mátt gera óvart eitthvað glóríu þar, en gerði ekki. Þannig að þá þessi klár í rauninni búin. Svo ég að gera hérna byrjuð á teppinu From Grandma with Love eftir Melanie Berg. Og ætla að nota í það finnska ullagarnið sem ég keypti í sumar á samyrkjubúi í Svíþjóð. Þannig að kom Finnland og Svíþjóð og prjónar á Íslandi. Og þetta við erum búin að ákveða það hjónin að þetta fyrsti hluturinn sem að ég bý til sem að fer í ferðabílinn okkar sem við ætlum einhvern tímann að eignast þegar við verðum stór. Það var bara að safna núna. En ég er búin að gera 2 dúllur og þær eru mjög fljótgerðar. Og ég hugsaði með mér að því ég er náttúrulega ótrúlega fljót að verða leið á uppskriftum eða halda mér ekki við efnið, en ef ég næ að gera svona 2 á viku, þá er þetta bara mjög fljótt tilbúið. Ég er með 6 hespur og ég næ 6 bútum úr hverri hespu. Þannig að ég ætti þetta verður pottið tilbúið allavega, skulum við segja, áður en bíllinn kemur í hús. Og hvíti kantliturinn er bara hvít flóra sem ég átti hérna upp í hillu og var ekki með neitt sérst verkefni og ég hugsaði að það er bara þægilegt að nota það. Þetta er gadd sem ég kemst auðvitað í og að því mun hugsanlega að setja eitthvað utan á. Það er kantur utan á þessu. Og ég er að prjóna þetta með 3,5 mm Tiago svona skrúu sets dæmi. Þetta eru alveg uppáhalds. Þessi er í fyrsta sæti og svo hæja í öðru hjá mér. En hæja í fyrsta ef það er rosalega mikið svona, þú veist, prjóna 4 saman og eitthvað sem er gott að hafa mjög mikið nótt. Þannig að hérna, 36 stykki af svona dúllum. 2 búnar, 34 eftir. Og þetta bara fær að vera hérna í einum af þessum kassalöguðu típum hjá mér. Þetta er sem sagt svona, þetta verður alltaf, ég get alltaf flokkað þetta pínu undir klár. En svo mun ég, áður en að ég festi dúllurnar saman, þá ætla ég að vera búin að strekkja þær áður. Ég sé það að það er bara rosalega góður leikur. Þá getur maður þvinga þær eins mikið eða lítið og maður vill upp áður. Og þá er maður ekkert að níðast á því sem maður verður heklað að saumað saman með, þá bara passar það gagn í sem maður á að fara þar í, eða skiljið mig. En ég sýni ykkur það bara þegar hérna nærdrefur. Þannig að þetta er svona í milli flokknum á milli klárs og verkefna í vinnslu. Nú síðan er ég að byrja að pröfuprjóna hérna litla barnapeysu fyrir hana Mínu Philip, The Knitting Expert, sem heitir Little Red. Og ég er alveg að verða komin þannig að ég geti farið að setja ermarnar á hjálparband og hérna haldi áfram með bókin. Og ég ákvað að gera þetta á hana hrafninu mína og þetta verður svona leikskólapeysa á hana. Þetta er í stærð 2-4 ára og það er svona lítill kaðall hérna þar sem erminn kemur og svo heldur kaðallinn áfram hérna niður og endar hérna í áttina að naflanum. Það svona hliðrast alltaf á móti hvor öðrum. Hóla hristi ég ykkur, fyrirgefiði.
Og þetta þegar mér finnst, ég reyna að grípa í þetta svona hverju morgni svo ég sé að skila, þú veist, þessu af mér. Uppskriftin frábær, en af því að gatnið kannski ekki eitthvað beinlínis sem að ég myndi velja á sjálfa mig. Gatnið sjálft æðislegt, þetta bara Austurmannsstepp, en litirnir kannski ekki alveg. Þú veist, ég keypti gatnið til að nota í sokka, en og ég veit að hún myndi alveg frekar vilja hafa þetta bleikt, hún Hrafntinna, en amma ræður. Og ég vildi nota það sem ég átti. Og þá kannski ég ekki eins og rosalega peppuð yfir og undir venjulegum kringumstæðum. En þetta óskaplega fallegir litir, það ekkert á þeim. Þetta bara svona. Og líka ég held að það svo rosalega langur skilafrestur á þessu verkefni að það líka sko dregur úr mér. Ég best í þessum pröfuprjónum og sinnisvotnaprjónum ef að það bara svipan á mér sko. Þá gusast þetta frá mér og ég er svo mikið keppniskap hvað það varðar. Þannig að já, þetta en svo leið og þú veist, ég gef mig tíma fyrir þetta er barnapeysa, þetta tekur ekki svona langan tíma eins og ég held. Síðan ætla ég að leyfa ykkur að sjá annað verkefni sem er svona pínu, rúlla yfir það, pínu svona, er þetta ekki verið búið? Nei, þetta er ekki verið búið dæmi. En mér langar svo í hlutinn. Þannig að þess vegna held ég áfram með þetta. Og þetta inn í sætu töskunni frá henni Salome í Dóttir Dæverks. Og þetta náttúrulega getur ekki orðið íslenskara verkefni. Þetta er uppspuna 100% ný íslensk ull, litur frá íslenskri náttúru, lúpína til dæmis þessi græni. Og þetta verður bara svona klassískt innbanda sjali eða svoleiðis, en sko það bara fylgdi með svona grunnuppskrift og svo ræði ég hvort það séu gata eða garðar eða hvað eina sem að mér dettur í hug. Og fyrir nokkrum vikum síðan þá var ég greinilega bara 8 umferðum neðar, en ég greip aðeins í þetta í dag í gærkvöldi og pínu í morgun og reif aðeins í prjónana til þess að því ég veit líka að þetta sjáist inni, getur náttúrulega tekið mynda og svo skelltu svo inn í samprjóni hjá Lindu í Hippi Barbanits í íslenska kallinu hjá henni, þar sem að við erum öll að hjálpast að við að sýna íslenska hönnuði, íslensk garn og íslenska handlítara, vekja athygli á því hvað er mikið frábæru hæfileikaríku fólki í þeim bransa. Þannig að ég þarf svolítið svona að beita mig aðra fyrir sérstaklega þessu. Peysan svo sem sko, hún kemur. En ég veit ekki hvað þetta er. Mér sko, það prjóna 4,5 sjalið og ég er svo vön að nota 4 sjal að ég er einhvern veginn, puttarnir á mér eru ekki alveg að tala saman við þetta. En þetta kemur. Látum þetta ekki setja okkur út af laginu. Síðan ætla ég að sýna ykkur peysuna sem að var einu svona önnur peysa sem ég var að tala um áðan úr Holstgatninu. Ég ætla að finna hvað hún heitir. Hún heitir Arboreal eftir Jennifer Steingass og ég verslaði hana á Ravelry og þetta er svarthvít brennt á, þannig að þið sjáu allavega hvað hún heitir hérna. Og þetta er mjög vinsæl uppskrift á Ravelry og þú veist, engin fyrir það. Þetta er mjög svona, hún er velskrifuð og útlitið er mjög einfalt en áhrifaríkt. Þetta er ekkert eitthvað flókið munstur en það er mjög svona ekki kannski áhrifaríkt, heldur bara svona styrtilegt, pent og svona
gengur upp í alls konar litum. Og ég að nota, eins og áður sagði, tvöfalt holst gard, 70% ull og 30% silki og nú bara rétt hérna að byrja á því, rétt komin að stað með munstrið og ég sá það að af gráa litnum ætti ég ekki nóg, að ég tók ekki sénsinn að því að eiga nóg til þess að klára munsturbekki með, þannig að ég átti hérna hespu af gelísk tínd úr litlu prjónabúðinni síðan 1700 á Súrkál, síðan að ég gerði eitt Stephen West sjal sem er frammi í sjalahillunum minni. Þetta var ágangur því. Ég var rosalega hrifin af þessu gatni þá og átti sérst eina hespu eftir og ákvaða að leyfa henni að vera með þessum gráa lit til þess að geta haft það tvöfalt líka og það bara hvítt, shade litur númer 6B. Þannig að það hvítur og grár í munsturbekkunum, blessu lýsingin elskar allt eða þannig, og svo þessi bleiki í aðal. Og þetta bara mjög skemmtilegt prjón. Sé ég eitthvað, þetta prjónað á 4,5 mm prjóna, sé á gú þessa eins og ég var með á henni og leið og munstri verið búið þá þetta bara slétt alla leið, verður örugglega svona samkvæmisprjóna eins og þessi peysa var orðin undir restina. Mjög spennt fyrir þessu, þetta gengur vel. Síðan fitjaði ég upp á peysu fyrir eldri dóttur mína sem hún á að fá í afmælisgjöf og ég bara ennþá í hálsbólinu. Ég man ekki svona hvort ég var búin að sýna ykkur. Jú, ég held það. Ég bara alveg hér. Nei, kannski var ég ekki búin að sýna ykkur það. Þetta prjónað á 6 mm prjóna. Þannig hún verður ég var búin að tala það, heyrist mér, þegar ég byrjaði að hlusta sjálf mig. Hún verður Anna mjög heitfeng, þannig að ég ákveða að til þess að halda henni svona juicy, að gera henni þá bara aðeins grófari prjóna til þess að svona, að hún væri juicy en samt ekki of heit. Og þetta Turtle Dove peysan eftir, það annan eigandan af Espastrico, kanadísku búðinni og loksins get ég sagt hvað búðin heitir. Muniði hvað ég staulaðist á þessu hérna daginn. Og þetta alpakka tvít frá Scholler og Stól sem selt niður í Galleri Snotru. Og ég búin að sjá nokkra peysur prjónaðar úr þessu gafni og þær bara geðveikar. Og þetta 26% alpakka, 21% ull, 18% akríl, 18% póliester, 11% silki og 6% nælon. Þannig alls konar skemmtilegt í þessu. Og ég náttúrulega búin að prjóna einu svona peysu, þannig að peysan hún 2 alltaf svona auðveldari. Svo sýn ykkur hérna í restina það sem að búið að vera lengur á prjónan. Ég var að byrja að fitja upp á, ég kom með svona skegg. Ég var að byrja að fitja upp á Gable hatt eftir Tabata Gandhi sem Gable Gap, já, sem annar helmingurinn af Hey Sister Yarn Co. Handleitunar fyrirtækinu og podcastinu. Ég var búin að sýna ykkur mynd af þessum daginn. Það sést nú aðeins í húfuna hérna. Þetta verður svona vel juicy húfa og þetta úr dýrðinni frá henni Kristínu í Vatnsnesjarn. 100% Blueface Lester
DK Superwash og liturinn heitir Pop. Hann pínu hérna. Svo kemur bara ljós hvort hann klæði mig og ef hann klæði mig ekki þá ætla ég samt að vera með hana. Ég verður bara með hana inni. Þannig að þessi var að fara að prjóna. Af því að nú þykist ég, hafið þið heyrt mér segja þetta á, nú ætla ég að bara vinna með það sem er nú þegar á prjónunum að ég flytja upp á einhverju nýju nema. Það er ein hérna sem að ég kom með gatnið í jakkapeysan hans Stevens West. Þannig að hún fær kannski, þegar ég er búin að losa mig kannski við 2-3 peysur á prjónunum, þá fær hún kannski að koma út að leika. Síðan byrjaði ég á Ingalls í vikunni og henni miðar bara ágætlega. Ég er alveg að vera búin með munsturbekkin. Ég á eftir að gera pínu svona blúndu dæmi hérna fyrir neðan og síðan eru bara prjón, slétt prjón alveg og þetta er úr hérna snældunni sem er til í litlu prjónabúðinni. Búin að segja eitthvað frá því áður og grái liturinn er líka snælda og báðir í kökuverjum hjá mér hérna. Það er ágætt að því að þetta gat loðið svolítið vel saman að það væri örugglega búið að vindast utan af því öllu ef ég var ekki með föt á það. En það er mikið eftir á þessu gráa og ég hugsaði að ég væri nálega með ágang af þessu karikula að það væri flott að gera bara húfu í stíl eða eitthvað svoleiðis eða vettlinga eða eitthvað. Þannig að ég tók þetta með mér. Þetta er nú eitt af það sem ég ætla að tala um í restina, ég get alveg eins talað um það núna. Ég tók þetta með mér á prjónakvöld í litlu prjónabúðinu á 5. var. Það er alltaf svona opið hús hjá þeim frá klukkan 6 á 50 til, þetta ekki 9, 8 eða 9 eða eitthvað, eða 10, ég veit það ekki. Og mér er búið lengi langar til þess að fara og ákvað að drífa mig núna, sá ekkert eftir því. Og kom allt og snemma suður þannig að ég fór bara leið og ég var búin að kaupa mér það sem ég þurfti að kaupa. Þá fór ég bara niður í litlu prjónabúð og hitti þar Lindu og Rósu og fullt af öðru fólki, yndislegu fólki og settist bara snemma niður og svo upp úr 6 þá fór að bara tínast inn alveg haugur af flottum prjónurum. Það var bara konur en þá kannski eftir að breytast. En þetta er eitthvað sem það var með fyrsta virka 50 í hverju mánuði og ef allt gengur upp þá ætla ég svo sannarlega að vera þar aftur í byrjun desember og þar hérna sannaðist nú enn og aftur að þegar maður er með hópa af skemmtilegum konum að þá er ekkert sniðugt að vera að gera glóríur í munsturprjóni. Þannig að ykkur þurfti að rekja upp nokkrar umferðir og byrja upp á nýtt, en það var alltaf lagi. Við viljum hafa þetta velgert en ekki það, sumar villur er ekki hægt að hunsa, sumar verður maður bara að laga. Og ég gerði það og líka þetta er skemmtilegt að það truflaði mig ekki neitt. Þá er ég búin að sýna ykkur það sem ég er búin að vera að vinna mest í og nú ætla ég að sýna ykkur þessi poki er búin að vera út í bíl heillengi, allt og lengi af því að ég bara man alltaf hvernig þetta lítur út. En þetta er Feelgood peysan sem er á Gat Studio og í minningunni var ég búin með miklu meira en það er alltaf lagi. Þetta verður svona enn einn, ég er mjög upptekin að ég að vera að gera cozy peysur og þetta er hérna úr bouclé, alpakka bouclé garninu, mjög skrítið að prjóna úr því. Það er svona, tekur pínu á hendurnar en
ég ætla ekki að láta það stöða mig, ég mun klára þetta og hún komin inn til þess að fá aðeins meiri vinnslu. Ég bara ekki nógu lengi í bílnum í einu þessar vikurnar greinilega til þess að hún njóti góðs af því. Þannig að hún bara komin inn úr kuldanum og hérna fær að vera með núna. Síðan það lopapeysan mín úr handspunna garninu mínu. Já, ég á sama stað, ég sýndi ykkur síðast, ég búin að setja ermarnar á hjálparband, ætla að fara að byrja á ermunum þegar ég búið með hespuna, prjóna ermarnar á og svo nota restina af því garni niður bólinn og sjá hvort að ég þurfi að spinna eitthvað meira. En þetta verður bara æðisleg veiðpeysa, eða bara lopapeysa þegar því kemur. Þannig að hún heldur áfram með vinnslu. Núna kemur að því sem að ég að fara, held ég, 99% vissum að ég sé að fara að rekja tvennt. Í fyrsta lagi það sjúsjúísrögg. Ég bara ekki nógu spennt fyrir því eins og En ég sé að garnið gagnast mér betur í annarri hugmynd. Ég var heldur ekkert komin það langt að mér svíður ekkert þó að ég rekið það upp. Garnið dásemd frá systraböndum. Full ástæða til þess að koma því sem fyrst í annað verkefni. En samt ekki fyrir ég búið með svolítið af þessum sem í vinnslu. Hitt verkefnið Woolend Honey eftir Andrew Maury. Ég ætla að gera peysuna, ég vil bara hafa nú grófara garni. Og ég ætla að gera bara svona mjög plain peysu úr garninu. Þetta dröfn frá Vatnsnes og ég ætla að gera bara ekki Sunset Highway heldur ég ætla að tegja mig í hana af því ég man ekki hvað hann heitir. Þetta eitthvað feit peysa. En ég kann voða vel við lagið á henni. Ég mun ekkert endilega gera þetta aftur. Ég mun bara hafa hana bara svona plain. Bara leyfa garninu að njóta sín. Af því þegar maður að búa sér til fataskáp eða peysuskáp úr prjónuðum, þá ekki heldur alltaf hægt að hafa allt eitthvað gargandi gleður, þú veist. Sumt þarf að vera bara svolítið, þú veist, eins og þetta, bara svolítið dannað. Þannig að þessi, ég ætla að rekja þessi upp á samt sjúsjúísrögg við tækifæri og skella þeim í annað verkefni. Og sjúsjúísrögg, þessi grái litur sem ég með því, þetta eitt grár svona speklaður og annað alveg grár, hann hugsa ég að hafi grunninn í jakkapeysunni sem ég búin að tala svo mikið eftir Stephen West. Og svo ætla ég að marla halda tvöföldu fingering eða vera með DK-gróleika eða þannig í því og ég mun láta þessa gráu renna í gegnum allt og vera svona marlandi bara þar sjálfur sitt á hvað og svo verð ég með alls konar aðra liti ofan í því. Þannig að það strax, garnið í báðum tilfellum strax komið annan tilgang og þá ég alveg sátt við að gera þetta því að mér garnið í báðum tilfellum allt gott til þess að
þú veist, vera og líka, þú veist, í þessu magni sem ég á það í, að það er ekkert sniðugt að geyma það. Og Woodland Honey í hentugri grófleika í það. Ég gæti, áður en ég flytja samt upp á, þá ætla ég að vera búin að kanna það algjörlega af því að mig grunar að ég þurfa að kaupa 1-2 hespur í viðbót. Og ef ég fæ þær ekki í sama lotunúmeri, þá ég að endurhugsa það. Þannig að þá ég búin að fara yfir þetta sem ég að vasast í höndunum. Síðan það sem datt í pokann. Ég enn að bíða eftir kanadíska pakkanum og svo svona aðventuleikja pakki lagður af stað til mín frá Danmörku. Þetta sem ég sendi til Kanada og Danmörkur eru viðtakendurnir búnir að fá, þannig að ég bara þær sendu reyndar í báðum tilfellum svolítið á eftir mér tilbaka, bara út af þær eru ekki með pósthúsi í þar næstu götu eins og ég heldur í ennþá lengri burtu og sérstaklega þessi kanadíska, hún þurfti alveg að sæta lagi við að komast á pósthúsi. Þannig að það kemur, það er á leiðinni, það verður þá bara á sýni ykkur það bara allt saman þegar það kemur. En ég fekk hins vegar töskunum mína frá Kanada, frá Mrs. Brown, sem ég gaf mér í afmælis. Ég búin að vera að spara hana hérna inni af því ég vildi sýna ykkur hana áður en að ég færi að setja notkun. Og hún verður svona, hún stór og hún verður svona, einmitt þegar ég að ferja alla þessa poka úr stofinu og hingað inn til þess að taka upp og svo þar með tilbaka. Það eina sem að angrar pínulítið, sem náttúrulega bara smámunni sem mér, og ekkert mál að laga, það að fóðrið hérna uppi ekki stungið við aðalefnið, þannig að það alltaf að gæjast upp úr. Þannig að næst þegar ég ríf upp saumhæluna þá ætla ég bara stinga þetta sjálf. En annars finnst mér hún æði. Ég man ekki hvaða gatn þetta sem hún prjónaði upp og ljósmyndaði og lét prenta efni. En ég ætla að reyna að finna það út af því mér finnst gaman að hafa þær upplýsingar. Og hérna sjáu þið, Salome fékk sérst leyfi hjá henni Mrs. Brown að gera þetta, að prenta garnið sitt svona prjónað á efni og sauma upp. Þannig að ég á litla og stóra. Bara mjög ánægð, þetta náttúrulega mjög helgulegi litir líka. Kannski ástæðan fyrir að ég valdi þetta. Ég var reyndar ákveðin í að fá mér svona stóra skvísu. Síðan fór ég í prjónakaffið, þannig í litlu prjónabúðinni. Og ég náttúrulega vissi alveg að þar væri þessar töskur til. Og með Fringe Supply. Og mig lengi búið að langa í svoleiðis en ekki alveg geta réttlætt fyrir en að mér datt í huga að þetta bara jólagjöfin 2021. En máli var, ég var ekkert endilega yfir mig spennt fyrir þessum hefðbundnu. En eftir Rhinebeck þá voru þær að birtast með svona vaksaða poka, vaxed canvas. Þá var búið að setja bíflugnavaks á pókana sem gerði á vasshelda og svolítið svona grúfi. Og það var ég sá það bara langt út frá mér og bara vorum eitthvað að tala um þetta og ég var eitthvað að segja, ég hef verið að slefa yfir þessum búrgúndirauðu, þú veist, hvort þeir hefðu bara komið búrgúndirauðir af því það var það eina sem ég var búin að sjá í podcastunum. Og þá sagði nei, þetta er hann upp á vegg, það er hann þú veist, ljósatýpan. Ég bara stóð upp og náði í ljósatýpuna og svo sat þetta á milli mín og Rósu alveg þangað til að veskið mitt gaf eftir.
og jólagjöfin 2021 kom í hús. Þetta mjög svona spes. Málið nefnilega, ég náttúrulega á alveg milljón svona verkefnatöskur eftir sjálfum mig, en ég hyrði yfirleitt undantekningarlaust bara töskur sem eitthvað sem ég myndi ekki vilja selja. Þannig að þess vegna leyfi ég mér annars lagið að fá mér svona fínar töskur og þú veist, tvær dýrustu töskur sem ég keypti núna. Reyndar var Mrs. Brown var afmælisgjöf, en þessi bara, þú veist, að því bara stundum á maður ekkert vera afsakaða. Og þetta bara þessi hefðbundna með, hægt að draga gafni upp í gegn hér og litlir fyrir skæri og prjónana og blýant og svo stærri vasi, hefðbundna leður, ólinn og svo bara svo gaman og hann bara, það náttúrulega að vaksa á honum, hann bara stendur sjálfur. Og þar fékk ég restina af Baby Súríinu afhent til þess að nota í peysuna, margumtölu hans sem ég þarf náttúrulega bara að finna út hvað heitir, ég er búin að kaupa hann á allt. Jakkapeysuna Stevens, sem ég segi alltaf að sé á hvolfi, en nú á ég næstum 3 svona hespur og það dugar allavega í kragan og framan á ermarnar. Það láta það allavega ganga fyrir. Og svo gráa garnið og svo ýmislegt annað sem að verður kannski bara svolítið gripið eftir hentugleika í þetta. Nú, svo þarna á fimmtudaginn, þegar ég var að fara niður í litlu prjónabúðina, þá þurfti ég að skjóðast inn í rúmfattalager. Þar náttúrulega gall líka sem að maður þarf stundum aðeins að koma við. Og þar voru litir í silk mohair sem að bara eru alveg voða helgulegir og komu með Helgu heim. Það er sérst bleikur efst, svo ljósbleikur, svo svona off-white og svo blágrænn. Þetta ekkert stundum bara. Þetta er æðislegt til þess að halda saman með í húfu eða eins og í Ingalshúfunni þá stingur, Ingalspeysunni þá stingur hönnurinn upp á því að halda mohairþræði með í munstrinu sem að gefur svona skemmtilega áferð. Og ég fann það þarna í húfunni að þetta er náttúrulega svona mohair og þetta gerir húfuna ennþá hlýrri að hafa það í. Augnablik. Bara að tekka á ömmu barnapíu. Já, þannig já, eins og ég segi, þetta bæði gefur svona fallega áferð, gerir húfuna í þessu tilfelli hlýrri og svo er þetta bara mjög töff. Þannig að þá er bara allt komið af þessu helsta. Nú síðan er það aðventuleikurinn. Ég er búin að para saman í leið númer 1 og búin að loka henni þegar þetta verður komið inn á YouTube. En leið 2 verður opin áfram og af því að mig vantar 3 í viðbót til þess að taka þátt í svo það gangi upp. Það þurfa að vera 5 til þess að senda á milli sín og þá í þeirri leið þarf þetta að eiga 20 grömm af 6 litum. Annarkvort svona vönduðu sokkagatni, Arne og Carlos eða eitthvað svoleiðis eða handlituðu sokkagatni eða þessu fingering. Og þannig að þú getur skipt hverjum 20 grömmum í 4 hluta og skipt því og útbúið sem sagt 4 pakka sem þú sendir á 4 einstaklinga og svo færðu
4 ólíka pakka til baka. Þannig að ég ætla að hafa það opið áfram þangað til að ég tek upp næst og ef það verður ekkert komið þá bara fellur það eins og sjálft, það er bara eins og það er. Já, þannig að þið sáu náttúrulega henni í upphafi á litlu klippinu sem er undan hvað hópurinn, þetta er bara handverk Helgu á Ravelli og endilega bara komið þangað og gangi í hópun hvað sem ætla að taka þátt eða ekki að því að vonandi svona 9 ári fær maður innblástur til þess að vera kannski með eitthvað skemmtilegt svona í skamdæginu, eitthvað samprjón eða eitthvað. Ég er ekkert að bauka í því núna, nema bara þennan aðventuleik. Og ég til dæmis eins og ég sagði ykkur áðan, er ég að bíða eftir pakka frá Danmörku sem var aðventuleikur þess eðlis að maður saumaði verkefnatösku handa móttakandanum sínum eða þessum sem að paraðast við og viðkomandi fekk að leggja fram óskum liti eða þema, þú veist, jólalegt eða ekki jólalegt eða haustlegt eða hvað og svo máttu við ákveða sjálfar einhverja upphæð sem við gætum keypt eitthvað svona aukalega til þess að gefa okkur annari og mín sem tók á móti mínu, hún var alveg heimaglöð og þannig að nú býð ég bara spennt eftir að fá frá henni. Já, ég er búin að segja ykkur frá þessu mánaðarlega skemmtilega kvöldi í litlu prjónabúðinni. Þetta er náttúrulega frábær leið til þess að kynnast öðrum prjónurum eða handavinnum fólki, fá innblástur, sjá, það bara opnast upp á nýjar víddir fyrir mér. Maður getur alveg staðnað í þessu eins og öðrum, maður dettur í eitthvað svona þægilegt grúf og kannski gleymir svolítið að skora á sig af því við erum náttúrulega að gera listaverk á hverjum degi og það er alltaf gaman að læra eitthvað nýja tækni eða hnjótum nýja gattípu eða eitthvað svoleiðis og já, ég er búin að læra rosa mikið á þessum örfá skiptum sem ég hef farið og á sunnudaginn 11. nóvember, sunnudaginn eftir viku, þá er svona prjóna hópur í Tjarnarbíó kaffihúsinu, sérst í kaffihúsinu við hliðina á Tjarnarbíói og sem er opið á milli 11 og 3 og bara allir hjartanlega velkomnir og þetta er ótrúlega gaman og það er fullt af skemmtilegum konum þarna og hún Rósa, eins og ég sagði ykkur síðast, sem er svona potturinn og pannan þar, hún gefur okkur kost á að vera með svona pop-up búð og ég verð þarna á næsta sunnudag með töskunum mínar og kökuverjurnar og bara ábúin að ég sjá sem flesta þar sem ætla að koma að prjóna eða bara gera góð töskukaup. Ég verði örugglega með eitthvað góðan díl á einhverju þarna og eða með eitthvað skemmtilegan leika eða eitthvað, þannig að þið bara endilega ég bara, þú veist, ég kom þarna inn og þekkti ekki kjaft en ég bara allt í einu að ég fullt af nýjum kunningjum og bara já, næstum bara get fara að kalla sumar þeirra bara vinkonur þetta er svo ótrúlega fallegt og skemmtilegt samfélag sem við erum í handavinnu fólk og við hjálpumst að og hvetjum hvora aðra og svoleiðis, það bara gerir okkur öll betri og sterkari í þessu. Þannig að já, það er mjög gaman að sjá ykkur þar. Það er ykkur önnur pop-up búð þarna líka sem ég kann ekki almennilega skil á en það er líka hægt að sjá það inn á Facebook síðunni Tjarnardísir sem ég ætla að fletta hérna upp Tjarnardísir ef þið sem sagt meldi ykkur þar inn þá er hægt að fylgjast með hvað er á dagskrá og svoleiðis þarna og já,
ég er bara ótrúlega þakklát og glöð að hafa kynnst þessum konum og vonandi kannski einhverjum körlum af því að ég frétti af alveg frábæru námskeiði sem var haldið í Ömmu Mús af Pétri, söngsnillingi með meiru og áköfum prjóna áhuga manni. Hann var með námskeið fyrir karlar sem vilja læra að prjóna eða eitthvað slíkt og mér finnst það bara alveg og þegar maður minn aumingi hann er bara svo mikið umbyrðarlyndi fyrir mér og því sem að mér dettur í huga, hann astnaðist inn á mitt gólf að sækja mig í litlu prjónabúðina á 50skvöldið og þær byrja náttúrulega sem að kannast við hann eitthvað skjóta hann og eitthvað og ég baði bara í guðan og bænum að reyna að henda prjónum í hendurnar á honum og kenna honum þetta af því að hann vill ekki læra þetta hjá mér en ég var svo ég átti vona að hann væri að koma þannig ég gat ekki níðst meira á honum ég var tilbúin til þess að fara það hefði kannski verið svolítið gaman að sjá hvernig þetta hefði spilast út kannski ætti prjónandi eiginmann í dag ef ég hefði ekki verið svona tilbúin en það er ekkit öll nótt úti en hann kendi mér að veða þannig að við sjáum hvað verður en ég er þá bara búin í kvöld og sé ykkur í næstu viku ég hef ekki hugmynd hvað það er langt af því að ég slökkti á upptökunni og byrjaði upp á nýtt þegar síminn hefur búin að tala í símann en þetta er ábyggilega undir klukkutímanum eins og vanlega og ég bara óska ykkur góðrar og gleðilegrar handavinnu viku og við sjáumst hress að viku liðinni. Takk fyrir og bless bless.